Jæja, velkomin. Hæ, Halló. Velkomin. Hvað segir þið? fína er þú? Fín. Vá, hvað er fallið bók sem liggur Takk fyrir. What a cutie. Fyrsta árið. Fyrsta árið, þetta er nýja bókin hennar Guðrúnar. Ég er svo stolt að þér. Takk fyrir. Þetta er svo trillt. Ég er svo ánægð með þetta. Ég er líka svona, ég er smá svona bara, þú veist, þið er búið að taka svo langan tíma, tekur miklu lengri tíma en ég gerði mig grein fyrir, búið að taka ángrið svona ár, þannig, og svo oft svona moment sem ég fekk bara, þetta er ekki að fara að gerast, eða skilur bara svona, það er alltaf læg, einhvern veginn, en svo bara, núna er hún komin í verslanir, núna þegar við tökum þetta upp í Petit og pennan, þannig, þetta er shameless plug, þannig ég mæli með, ég er svo stolt að þannig, og líka bara að ég geti farið í hérna og skoða hana betur, og það er skemmtilegt að fara að skoða hana, það er eiginlega, þú veist, Mér finnst líka svo cute umslæg inn í, og líka sko, mér finnst hún svo, þú getur verið með hana, þú veist, bara á borðinu. Já, það var svona pælingin. Þú þarft ekki að, þú veist, fela hana eitthvað staðar, skilur. Nei, þetta er Þú tekur þetta upp, svona, þetta er eitthvað í geymslunni, skilur, þú veist. Já. Og svo mín er þannig, skilur. Já. Þessi mamma segir, þetta er svona efnis, svona þykkt efnisbók utanum, skilur, og það finnst mjög old school. Já, en það er mitt, og svo kannski verður þetta þannig bóka, þannig mín var alveg, guð, það hallar slett eitthvað. En samt, mér langar að reyna að hafa hana tímalösa, sko. Timeless. Og líka mér langaði svo mikið að, þú veist, einmitt hafa bók sem að gæti einmitt bara haft, þú veist, bara inn í stofu og til sínis og þá maður líklega, þú veist, líklega til að muna eftir að skrifa í hana, sko. Já, einmitt. Það er svona meira líkur og takir hana og setur eitthvað í. Ég á sko eftir að Já, þú verður, veistu hvað sem ég var að hugsa? Það er nefnilega, við verðum að gera að prenta bara út fullt, maður getur látið prenta út fyrir sig eða bara eins og ég á lítinn bara svona prentara, svo bara hittast vinkonnar, fá sig kannski smá kvitt og bara kvitt búblur og vera bara, og það er svo gaman því að þá ertu svona með vinkoninu og þeir að spjalla bara oh my god og því að það er líka svona pælingi mín og bara svona þú veist, þetta er svo gaman og það þarf ekki að vera, ég held að fólk sé líka ofta mikla bara svona, ok, ég ætla að gefa mig tíma að vanda mig, það er líka bara allt í lagi bara að skrifa niður strax þegar maður mann, skilur, ég gerði það og, þú veist Mér finnst líka bara, þú veist, ég þarf að skrifa inn bara, þú veist, svona eftir, skilur, maður gleymir stundum, en ég ætla að reyna í muna, ég hef með skrifað eitthvað í notes og eitthvað svona, sem ég ætlaði alltaf að setja niður í bók, mér finnst svo gaman sjálf að lesa svona bók mig og sjá hvernig mamma og pappi voru. Finnst þið það ekki? Það er bara... Það er svo gaman. Þótt þetta virðist vera ómerkilegt eitthvað svona elska seríu og núna, eins og ég er að lesa dóttur mína, þá bara svona, þú elskar í hvíta litla bánsar, eða eitthvað svona, detail sem er svona, manni finnst eitthvað svona, þetta er ekkert merkilegt, en svo kan maður lesa þetta núna, þá er maður bara, ok, man eftir þessu, skilji, þannig, og líka gaman fyrir þau bara setna mér, sko. Þannig að, hvað það var að? Erum við að rekka? Tæknirætt. Já, erum við að rekka? Já, We're fine, en allavega ég mæli með að kíkja. Ég er mjög stolt af þessu. Ég er bara svona, oh my god, sko. Allir að fá sér fyrsta árið. Fyrsta árið. Nema, það var reyndar ógeðslega fyndið því ég setti fyrst í leikskóladagur minn og ég fór í viðtal í brennsluna og þá var hann eitthvað, ok, þetta reyndar alveg dugar til þangað til 5 ára því að hérna stendur fyrst í leikskóladagurinn þegar börn á Íslandi komast svo seint inn, skilur Já. Og þetta væri bara eitthvað svona, 5 ára komast barnið mitt inn því að þú veist að koma þannig, en mér langar að hafa það með því að það er alveg stórt moment En talandi um leikskóla Ég er svo glöð. Já. Ég er svo glöð að vera bara loksins komin. Ég er alltaf að þetta er engareiki og þannig. Já, Nóra var að komast inn. Nóra var að komast inn og bara á yndislega leikskóla og bara allavega so far, skilur. Þú veist, lítur allt vel út og bara fallegt umhverfi og það er svona, ég veit það ekki. Þetta er bara svo dýrmætt, ég er svo spennt fyrir hennar hönd, skilur, að fara að vera eina tíma með börnum og komast í smá rútínu og svona, ekki það hún sé ekki rútínu, en bara svona... Þetta er svona öðruvísi bara. Þetta er öðruvísi, og ég held að þetta sé svo þroskandi fyrir þau. Ótrúlega þroskandi, En svo er náttúrulega svo ógeðslega dýrmætt að hún er náttúrulega hún er 16 mánaða núna og þetta er sem sagt þannig að amma mín hefur verið með hana.
Já, mér finnst það og geggjað. það svo dýrmætt Já. og fallegt samband, þú veist, amma, hún kallar hana mömmu, sko. Æ. Skilu. Þannig að, ekki það að við erum að reyna að segja amma, sko, en Hún heldur þetta. en þú veist, þetta svo búið að vera svo dýrmætur tími og nú bara eitthvað nýtt að taka við, Já, skilju, já. og hún svo tilbúin að Já. vera í kringum henni börn og svona. En ég var að náttúrulega bara, þú veist, þetta kom svolítið hratt, skilju. Já, hún líka bara að fara að byrja núna. Já, bara bókstaflega, þannig Ekkert að smá. ég þurfti alltaf einu svona, ok, hvað þarf maður að hafa? Ég veit að því mér finnst þess að það sé svona endalasta fötum til skiptana og þetta og þetta og þetta. Þannig ég fór reyndar og ég setti svona question box inn á Instagram. Já, ég var ég sá reyndar það. beðin að deila, þannig ég kannski deili aðeins Já, hvað fólk fékk að endilega. skræsa síman. Ég nefnilega alveg spennt að heyra, sko. Já, það var alveg Dó. myndavélin dó. Shit. Heyrðu, Hold smá up. pása. Og við tókum ekki eftir því. Ég veit ekki hver hún dó þegar eitthvað. Nice. Alrighty! Takk tvö. Ok. Jæja, við erum mættar aftur. Smá tæknilegir Erfiðleikar. erfiðleikar. Segir maður erfiðleikar? Erfiðleikar. Já, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Nei, akkur myndi Jú, maður ekki segja erfiðleikar. erfiðleikar. Ég held að svona örðuleikar séu svona, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Ég held að sé bara svona, Já, þú veist, pældi erfiðleikar. Af hverju myndi maður, þú veist, pældi hvað íslenska tungan ég veit það. Þetta er alveg Örðuleikar. örðuleikar. Þetta er svona, það er ekki erfitt en þetta er svona, held ég svona ekki nógu erfitt en svona erfitt, skilur við. En við vorum allavega að byrja að ræða leikskólatöskuna. Ok, já. Ég svo hvað ætlum að skeita fram hjá þessu. Já. Herðu, já, ég sett inn hérna svona spurningabóks á Instagram, bara hjá mér. Já. Og var beðin að þú veist segja hvað fólk var mest að segja. Já. Og mér fannst svona að það var svona augljóslega var flestir sem voru töluðu mest ullarsett, skilu. Já. Ullarsett og þau séu innst inni í ullinni, skilu. Já, og svona, Þú veist að það sé innsta lagið, skilu. Svo var það svona thermosett, það var sem sagt ullarsett, svona að innsta lagið sé ull. Einhver svona þunn og góð ull og líka jáfnvel svona þykk sett en ég held að það sé kannski meira svona veturnar hún að byrja að sumri til þannig að það er svolítið svona pínu öðruvísi kannski eins og þú mér sé á Sif frá 66 úlpuna, þessi þunna hana þetta er bara, ég er alltaf með hana í þessu já, og þetta er fullkomið núna í sumar, já, sko. þannig ég held að ég hafi hana í þannig og kaupi buxunar í stíl Já, þær eru Sif nefnilega buxunar, geggjaðar, já sko. hefur hana örglega líka í frigg buxunum sem ég elska Já, svörtu. þær eru líka fullkomið, Já. sérstaklega í sumar. Já. Ekta svona leikskóla. Þannig að ég held að það sé alveg máli. Svo talaði ég líka við vinkunum mína sem að sagði mér að hún hefði farið bara líka, þú veist, í bara eitthvað svona H&M og bara eitthvað einhverjum svona alls konar búðir og þú veist, keypt bara eitthvað svona 3 for 2 eða eitthvað skilur og ég gerði það, ég fór og keypti sá að var 3 for 2 bara eitthvað svona, föt sem er alveg samum skilur, Já. þú veist, sem má bara koma Sem að er- gata svona já. bæði skilur, Já. þú hefur hann kannski líka í einhverju cute frá petite eða vilt skilur En einhverju svona svo er það setti. líka bara, þú veist, En- þau verða samt að vera fötu sem mega skemma, sko. Já, Þú veist, þannig að það er þess málið. að ég stakksna fór ég og keipti bara einhverjar crewneck peysur bara svo ég Já, er í núna heyrðu, ég skilur. mæli samt með Lindex, þau eru með bara alveg eins peysu og þú ert í núna. Já. Ég keypti svona setta á Áslögu. Og það er svo Jogging buxur líka þá Já, reyndar, það er þetta að kaupa joggingbuxur eða svona jogging Bara svona leggings já. sem mér stókslega kjúta henni að vera svona oversized peysu og leggings, þannig ég mæli með og það er alltaf 3 fyrir 2 og þetta er, ég er reyndar í samstarfi en ekki podcasti, sko. Nei, Þannig, bara geggjað. side note. Ég bara hljóma mjög vel Já. og svo bara kuldagali og reggalar skilur, þú veist En þú náttúrulega þarft ekki að kaupa kuldakar Nei, strax. en reggali Það hún á er- náttúrulega reggbuxurnar Já, svo eru náttúrulega allir að tala þú veist, að kaupa svona merki með það já. og við fórum bara Adam fórum á einhverja mert.is, getur það verið? Merki, Já, er það eitthvað svoleiðis. Íslands síða? Já, ok. og það var bara ógeðslega lítið mál þú valdi bara með þessi designið sjálfur Já. og við völdum eitthvað líka kísu svona, og svo stóð bara Nóra náð skilur, þú veist, Æ, fattarðu? ógeðslega sætt. Þannig að við keyptum eitthvað svona merki með það Já, það er eiginlega must, sem sko. að eiga að límast bara á fötin Já. fattarðu, festast við fötin ég fatti þetta ekki alveg, ég hef aldrei náttúrulega gert svona, Nei. en ég bara En ég veit ekki hvernig þetta helst á, Hvernig? en þetta helst. Já, Í gegnum bara, þetta þvottinn helst allt, sko. já, bara, Ég skil ekki hvernig. hvað er í þessu? Ég veit ekki.
Svo spes. En þetta ógeðslega næs líka út af því þú þarf að kynnast því að þú ert bara, heyrðu, hvar er hérna hóan þín? Skilur, Já. það er svo gott að hún sé, allt sé bara velmerkt. Já. Sko. En svo er það hérna vettlinga. Já. Að vera með auka líka, þú veist, pör, skilur, af vettlingum og sokkum og svona. Þú veist, ekki vera bara með eina vettlinga. Nei, já. Ef það blotna eða eitthvað skilur, þá, þú veist, getur hún fengið aðra vettlinga. Já. En líka hún er svo lítil, þú veist, að svona lítil börn, þú veist, þau eru oft bara með lúffur, þú veist, í vetur. Dóttir mín myndi bara rífa sér Já, svona ég er að segja, sko. þau get ekkert. Það er líka einhvers segja, bara ekki lúffur. Bara, Já, ég er að segja það. Svona putta. Eða svona, þú veist, sem eru svona, hvað er það? Bara, þú veist, ekki með fingra heldur samt svona, að ég keypti eitthvað í Petit sem voru gett svona, ég veit það ekki, léttur og þægilegir. Já. Það er allavega Já, allir einmitt þessu þermosettin, skiluru, merki meira sólavörn. Það er mest í sumar, við erum sólavörn. Hún sýndi mig líka í leikskólanum að þær voru með einhverja, hún sagði þú getur komið með, þú veist, sem er óslega næst að þær eru með að gleymist eða eitthvað, skiluru. Já. En annars, ef þú vilt eitthvað spes sem að barnið er með eitthvað, þú veist, og mínum er svolítið við kama húðum og svona, þannig ég myndi örugglega koma með það. Og svo er þetta hvað mest svona eitthvað stíguvél náttúrulega líka skilur með allt svona regntengt skilur og svo segja mjög þú veist, fólk sem er að vinna á leikskóla sendi alveg slatta inn og bara skór með frönsku brennilás var alveg bara svona ekki vera með reymar alveg ekki með reymar og svo líka bara þú veist eins og með út af að við erum í samstarfi 66 pollafötin frá þeim eru skilur það eru margir sem kjósa það frekar sem eru ekki flísfóðruð, skilur. Já, einmitt ekki. Að þú getur frekar, skilur, gert leir, skilur, að setja hann bara í ullaföt og síðan pollafötin yfir. Og á Íslandi, þá er oft gett heitt, eða ótrúlega heitt, þannig það er, þú veist, en þau þurfa samt að vera í pollaföksum, því að það er kannski sól og rigning, skilur. Það er bara ótrúlega margir. Pollagalla, ekki fóðrað. Já, þetta er alveg. Alls ekki fóður. Ég held að sko, leikskólakennarar þolað ekki, sko. Nei, ég get alveg ímynda mér. En við mælum með pollafötunum líka frá 66. Já, ég var alltaf pollaböksunar. Ég vantar bara jakkan på, skilur, og ég kaupir alltaf buksunar við síðan úlpuna, þá held ég sé svona. Og hvað hólfiðina verður örugglega svolítið svona. Það verður svona gett allt í stíl og það sifana jakkin sem við erum búin að tala svo oft um og pollaböksur, þetta er allt sami litur en já, og svo er líka ég kaupi allt í svona ég vill ekki segja eitthvað strákar stelpulitur en ég veit, þú skilur ekki hvað ég færi oft bara, hann er svo sætur og ég er bara, litli gaurinn minn greið, skilur, en ég er bara mér finnst meira næst að kaupa eitthvað svona að þú veist, þetta er til í bleiku, skilur en þú veist, til dæmis eins og pollaböksur eitthvað svona, ég bara svona, það sést að það kemur blettur ég vill bara ekkert í dökku Nei, og líka bara, þetta er bara þitt preference skilur, þér finnst þetta fallega, það er ekkert eitthvað maður þarf ekkert afskæða og líka bara, svo var ég leyndar að kaupa þetta 3 for 2 og það var svo fyndið, ég keypti fullt einhverjum bleikum settum og og svo þú ert eitthvað in your pink era það er ógeðslega fyndið ég er svo 0 bleik sko, það er svo fyndið að þetta sé að gerast sko, að ég getur aldrei gerst sko aldrei, ég hef aldrei átt bara ég held ég hef einu sinni átt eina bleika flík ég er ekkert mikið fyrir að vera í bleik þú ert þannig svolítið svona já, ég veit að margir halda að ég væri svona pink vibe en svo þegar maður er svona ljósarður að vera í bleiku, það getur verið svo rosa fyrir mig persónulega, mér finnst ég þú veist, vera svona væminn, skilur en mér finnst aðrir bara svona, ég veit ekki mér finnst ég ekki púlla bleikan einhvern veginn eins og aðrir mér finnst svona light pink faraði mjög vel það? Já, við þurfum eitthvað að vera pink shoppa en þetta var svona það sem að fólk var að segja með í spurningabóksinu, ert þú með eitthvað þú ert alltaf með 2 börn á leikskóla, kannski ert þú með eitthvað svona auka tips sem að þér dettur í hug, eitthvað svona annað sem eitthvað sem ég nefndi ekki eða? Nei, eiginlega ekki það er, þú veist, allt þetta sem þú ert að nefna er bara svona, það sem er eiginlega svona leiður komin í hann að pakka þá er þetta bara must, en það er eitt geggja sem þú verður að fá þér, það er að fara í söstrinni og kaupa svona rísa leikskóla poka, það er eiginlega must, því að það er bara að drösla þessu. En af hverju söstrinni? Er þetta ekki bara eitthvað póki? Jú, gætir þetta 66 og fær svona stóran, en það er bara þannig póki, þetta er basically, en þú náttúrulega getur ekki keypt hann í 66 nema, þú veist. Já, en þú kaupir svona söstrinni póka og hvað er í þessum pókar? Það er bara öll fötin, þú ert að taka fötin heim hvern einasta föstudag. Já, ég var ekki búin að bæða því. Það má ekki skilja eftir. Nei,
út af það er þrifið. Ég að fara heim að þrífa. Já, þrífa all fötin, útifötin. Æ, okay. Þannig, en ég gera það ekkert alltaf, sko. En þú veist, maður reynir samt að, þú veist, þau eru kannski að drullum alla. En það er bara svo lítið hólf fyrir ofar. En er ég þá geimi í töskuna í leikskólanum að kem ég bara með á? Já, það gera alveg margir. Ég er enda að gera ekki. Ég veit ekki hversu oft, oh my god, ég bara glimt póka, verið með 2 börn, allt í fanginu og ég er með svona slóða eftir mér, skilur, af einhverjum fötum. Þannig, já, ég mæli með að muna eftir pókarum, en sumir geima í hólfinu, sko. Ég veit ekki af hverju ég gera það ekki. Þú ert að gera það. Líka örugglega kannski bara hafa þetta í bílnum. Já, við gerum það reyndar oft, sko. Þannig, en það er alveg mest. Það sem barnastóllin sko, ég er með. En þetta verður geggja, en alltaf Jökull, hann er líka að fara að byrja, Paldi Nóra byrjar undan honum í leikskóla, sko. Hann byrjar ekki fyrir í ágúst. Hann er hjá dagmömmu sem er basically. Já, hann er líka, þú veist, hjá ríkinu, það ekki? Eða, þú veist. Jú. Ég er að fara í einkareiki. Já, það er engir held ég einkareiknir í Hafnarfirði. En ekki? Nei, ok. En, já, en ég er samt hann hjá dagmömmu, þannig að þetta er eiginlega basically að sama, sko. Já, bara svona aðeins öðruvísi samt. En þetta verður ógeðslega gaman. Þetta er alveg viðbrigði fyrir að það er allt í einu bara leikskólabað. Já, líka svo fyndið, þú veist, eins og með aðalögun og svona skilur. Þú veist, að því Nóra er svona, finnst ekki gaman að leika og allt þetta. Og ég fór sko með hana, ég farið með hana áður í barnagesslunni í vörklass. Það eru svo yndislegar þarna niðri. Ég mæli með það, ekki vera hrædd við allavega, þær eru yndislegar. En mín elsku litla kona, og ég prófa þetta núna aftur, ég gerði þetta þegar hún var yngri, ekki núna, þú veist, hún hefur ekki gert þetta þegar hún var svona stór, ekki eftir 1 árs. Nei. Þannig bara alveg langt síðan ég fór og hún, oh my god, Guðrún, ég vissi ekki hvert ég ætlaði. Hún bara, þú veist, hún grét ekki endalega, ég alveg svona bye, hún var alveg ekki til í það, en svo svona náði ég að fara einhvern veginn, en ef maður svo ég beið ég svona 1 mínútu og hún átti að sá ég var ekki þarna lengur. Hún hágrét og ég bara meika þetta náttúrulega ekki fór bara inn og bara já, nei, þú veist nei, I cannot do this veist, og svo reyndi ég aftur og þá gerst bara nákvæmlega sama og það var svona þannig grátur, þú veist, bara þú veist já, þú þekki bara grátur já, ég bara, ok, nei, hún er bara óörugg bara, ég ætla ekki að fara, ég bara tók hana og ég bara, ok, ég reyni bara aftur setna kannski bara þegar hún er byrjað á leikskóla og kannski, þú veist Já, það þarf líka svona undirbúið, ég held, þú veist, þegar þau eru stærri, þá fatta þau bara, já, þú veist hérna og mamma kemur aftur, en svo lítið bara þurfa þess að fara í svona aðlögun og þess að já, ég fatta aðlögun núna, því ég var bara eitthvað, já, aðlögun, já, þú veist, dóttir mín, hún er nefnilega, af því hún er nefnilega ekki svona mamma típa, skilur, þú veist, hún er bara eitthvað svona fyrir að leika og þú veist, þessi kemur að passa hana og systir mín eða eitthvað skilur og bara, það gengur alltaf svo vel þannig að þetta kom mér svo óvart ég var bara ok, eða ég vissi ekki alveg ég var aldrei lent í þessu þannig að, en fyndi að sjá hvað, mér fannst þetta erfitt ég var bara ætlar Adam ekki að taka aðlöguna? Akkur heldur að þú meikir það eða? Fara frá henni? Ég fer allavega fyrstu 2 dagana þegar ég á að vera bara hjá henni og er ekki að fara það er ég get ekki með Jökul sko, Steina verður að taka það er bara, ég get annars verði ég reyndi að fara með Áslögu, veistu hvað gerðist ég endaði að vera frikinn alla vikuna bara ég var orðin starfsmaður bara, og veist, ég var bara eitthvað svona ég gæti ekki fara þetta Áslögu, ég var bara svona Áslögu mín, ég verði að fara við ætlum meðal bara að skipta dögunum eitthvað inn á milli já, það er alveg típist að ég þú veist, já að því að þú veist, hann þetta er erfiðar fyrir mömmu hjarta já, ég held að hann munir að mér og honum er að hann myndi bara, þú veist, fara skilur, og bara okkar þær treysti bara það ringja ég myndi standa og hlusta áður en ég færi og vera bara svo mátti ekki, það er svo slemt og kemur til, að þú skilur, þetta er svo mikið svona þú verður bara að fara já, þú ferð fyrst í hálftíma og það er svo líka erfitt eitthvað svona heyra eitthvað, já, hún grét smá fyrst og veist, maður er bara svona þetta er svo erfitt, sérstaklega svona lítil og ég get eitthvað svona en þetta er samt, svo eru börn svo dugleg þau eru bara svona, þetta kemur aðlögun er alltaf oft krefjandi fyrst já þú veist, það er bara þannig en þú veist, ég held að eftir að ganga vel þau eru líka bara að kynna starfsfólkinu og umhverfinu og þetta tekur tíma og hún verður sko örugglega búin á því fyrst, þú veist, bara
að vera í leikskóla, þetta svo mikið áreiti og þú veist, þau eru bara útkeyrð sko, þannig, en þetta verður svo gott fyrir hann sko, fara að mála og út að leika og þetta er geggjað sko, þannig þetta verður stuð sko. Ég er spennt sko, ég er mjög spennt fyrir hana en ég er samt stressu fyrir mig. Já. Ég áttur að vera bara eitthvað. En þannig þú ert núna fullu bara að fara að redda í leikskólatöskun og svona. Já. Finnst þér ekki líka smásand og þú kom svo óvænt inn, þú bara, miðar, leikskóla, þetta er smá svona líka því að við erum á leiðin erlendis. Já, einmitt. Þannig að ég fekk sko pláss bara 3. júní, sama dag og við erum að fara út og ég bara, oh my god, nei, ég þúndar að byrja vikuna eftir það sem betur ekki mál, en þannig að þú veist þetta gerist svo ógeðslega hratt og líka í júní er ekkert oft sem byrja þá, en ég hugsa þetta er samt líka alveg sniðu tími því að það er oft, þú veist, í ágúst eins og jökull byrjar, þá verða öll börnin í aðlögun og það getur líka oft trufla barnið er kannski örugt, en svo er annað barn að eiga ógeðslega erfitt og það hefur náttúrulega áhrif á, þá byrja bara öll börnin að gráta í kór, hún sé bara þau sé eitthvað nokkur sem eru að byrja í aðlögun skilur, en ekki mörg og því ég held að þetta sé svona eitthvað datt út og hún fekk að skilur eitthvað svoleiðis, en já, mér finnst einmitt skilur oh my god hvað? Ég er bara svo fyndin, ég datt bara út já ég var ekkert hvað var hún að tala um sem ég á ég segja ekki að fyndi mér er svo gali hvað ég hef lent lítið í þessu þegar við erum að taka upp að því svona er ég mest megnis á tímanum veist, ég er með svo mikið aðtilsbregast að ég bara þetta var svona magnað, það er eitthvað svona bara, þú varst að fara að segja bara eitthvað með leikskólanum Nóru, sko. Já, svo bara eitthvað tengt, eitthvað leikskólanum og svo bara aftur út. En, allavega, kannski kemur þetta til mín krakkar. Allavega, við erum allavega mjög spennt. Við erum alveg erlendis líka. Já, það er Alicante, er það ekki? Jú, Spáni, þannig að við erum bara mjög spennt. Við erum að, verðum í húsi hjá vinkonum minni og bara geðveikt spennt því það er bara sundlega og hún getur bara buslað og verið og þetta verður svo næs ég er bara að kaupa kúta og ég keypti petit með svaninum hann Jesús, þetta er svo sætt sko svona sundból með pilsi og ég get ekki neitt og eitthvað svona sett sem er svona hjólabuxur ég bara, ég elskar svo mikið, ég heldur sér þetta í sama og ég út af Áslóa líka, ég var alltaf með svona neutral litum, svo bara gerist eitthvað, þú bara, allt í henni verður þú komin með tjölpilsi með blikkskona, það var eitthvað að gerast það var reyndar, Sigrún eitthvað sýndi mér eitthvað svona glimmer sandala, bara glimmer bleika og ég bara gef mér smá tími viðbót ég er ekki alveg tilbúin í þetta þetta er voða sætt en þeir eru bara glimmer bleikir hvað ég er að kíkja á sko ég er alveg bara þú myndir elska bara glimmer bleikir en ég veist hvað, ég sé þegar ég sé glimmer eina sem ég hugsa er bara it's gonna go everywhere var þetta þannig eða? Mér finnst bara allt sem er glimmer nema að sé bara eitthvað svona plastrásl maður verður að kaupa það sko annars er þetta bara alltaf að fara í allt skilur. Ég keypti sko eitthvað geðveikt þetta skó einhvern tímann frá Konges og ég er ekki að djóka, voru svona glimmer ég var, oh my god, það var frikkin en líka svo fóru ég bara sett, þetta var bara þú veist, fyrsta skipti sem voru að gera eitthvað glimmerskó, skilja, alveg svolítið síðan og læriðu sinna af þessu, er alltaf með svona plasta núna, eða svona húð yfir, sko ég er að tala það, en í hvað með góður, það er líka bara glimmer veist, ég er bara það var eitthvað sem gaf áslögt um svona glimmer límpenna eða eitthvað, ég var bara það var bara fyrir föndurskuísuna sko þetta glimmer bara hvað oh my god, en það ef þeir eru plastaðir, þannig allavega, við fóru og kaupa alls svona eitthvað krútstöf en svo er ég náttúrulega núna að fara með hana aftur í sér frí en ég fór með hana síðast þegar hún var sko 3,5 eða 4 mánaða og hún var alltaf bara eitthvað rækja þá, skilur allt öðruvísi að fara með hana núna mér líður þess að ég sé bara að fara með annað skilur, bara allt annað sko. Þannig að ég er bara svona að fara með henni í flugvél og allt þetta, ég ætla að reyna að henda ég ætla að reyna að taka butterflyin með að fá mér þannig bugaboo Nei, mæli svo mikið með fyrir ég hef heyrt að það sé bara snild og hann kemst í overhead bara eins og taska, það er svona bara þannig að þetta er geðveitt sko ég held að það sé alveg klálega málið þegar maður er að ferast svona og hvað heitir þetta svo var mér langar svo að spyrja þig hvort þú væri með eitthvað svona
tips and tricks fyrir að ferðast. Já, með þennan aldur, skilur. Sko, hún er ekki fyrir að teikna eða eitthvað sem ég get alveg nei, hún er ekki fyrir að dunda sér. Hún gæti alveg, en hún myndi ekki dunda sér. Nei. Ég er náttúrulega ekki, sko, ég bara fara með Áslaugu einu sinni í flugvél, sko. Þannig, já, ég hef bara farið einu sinni með hana, sko. Og aldrei með jökul. Jú, hann fór náttúrulega bara í bumbunni eða eitthvað. En ekki skilu, ég hef ekkert farið með hann. Nei, það er ekkert verið frí, ok. Nei, út af því að þau voru bara ætlaðu að fara í sumar, eða? Já, við ætlum að fara, þú veist, við erum bara ekki búin að ákveða okkur. Við erum kannski þá með meira tips and tricks þegar við erum bara búin að fara núna. Já, en ég man samt, sko, út í fóðum Áslaugu, hún var 2 ára og ég var ólétt á mikið fjör og það, þú veist, eitt sem ég finnst er að reyna haldinni bara eins lengi og gat í sætinu ekki sýninni að sé að fara að labba ganginn því að þá ertu bara að fara að vera að labba fram og tilbaka. Já, þannig það er geggjatips bara svona að reyna að vera svona en svo líka það fer eftir með hverju flýgur ef þú flýgur með Icelandair þá fékk hún eitthvað dót og eitthvað svona limm eða eitthvað meðan það bara allt sem hún getur dundað sér við og gera eitthvað svona við erum með fullt nóga snarli bara nóga einhverju spennandi sem henni finnst en svo bara kannski gengur þetta sjúklega vel en veist, þetta er bara, svo er náttúrulega henni langar bara að fara og ég bara sé þetta ekki og því líka maður kaupir svona infant miða skilur því hún er undir 2 skilur já. Þannig að við erum ekki með sæti og ég er bara svona hvernig ég er bara að hafa ágjörð að dóttir mér sé ekki að fara að setja í flugtæki sko, bara ekki sjens. Nei, og líka þarfst ekki að festa þá belti við. Nei, sko, hún er ofta að vera bara eitthvað nei. En þú verður bara að vera bara eitthvað svona einmitt bara spennandi og reyna sýnir bara allt. Já, það er að vera með eitthvað bara, já. Fullt svo ætlum við reynda líka, sko, við erum ekki svona ekki það, þú veist, að við erum alveg bara, ef fólk vil vera með iPad þá, þú veist, tíma þá er það bara, eða ekki iPad, heldur bara sjónvarpsskjátíma. Já. Og við eigum fyrir stjúpdóttur mína svona iPad, skilju, sem að hún notar ekkert mikið, en við notum þetta oft til Storytel og svona þannig, skilju. Já. Og ég hugsaði bara, ok, ég held ég taki hann með út bara til að vera með í vélinni, skilju. Bara af því að ég mun þurfa, þetta er 6 tíma flug eða eitthvað, sko. Já, þetta er ég þarf alveg að grípa í eitthvað, sko. Já, mér finnst það líka allt í lagi í flugum. Fyrir svona, þá er ég svona... Þá er maður bara svona, já, það verður líka bara svo sniðugt að leifa þeim og segja bara eitthvað, fara í notes og leifa maður að finna emojis eða eitthvað svona, eða bara vera eitthvað að lita, eitthvað, þú veist, það er hægt að en svona börni eru náttúrulega bara þú veist, hafa ekkert svona athygli skil, ég var að með hugsa bara my god, ég var frá með jökul, hann er svakalegur. En mér finnst líka svo fyndið, þú veist, þegar þú segir hlaupa niður upp, þú veist, gangin, ég er bara my god, Nóra væri náttúrulega bara eitthvað heilsöllum. Já. Og vera bara onni öllum, af því hún er svona manna, þú veist. Já. She's here for the people. Hæ. Alltaf hérna bara, þú veist, fyrir IKEA. Þú veist, hún lappaði upp eitthvað random konu, það var hæ, og setti hendina svona upp. Og svo nætti að taka hana og ég bara my god nei og ég búið að segja bara think god er búum á Íslandi, skilur. Já það sé ekki bara einmitt, Jesus mín væri bara goner, sko. En svo er líka bara það er fullt af börnum annars, skilur, það er líka málið, það er bara ógeðslega mikið af börnum, það veit allir, þetta er bara svona þannig að þetta munur líka bara æskilur mig, það verða. En ert þú með eitthvað svona mest til að taka með for kiddos í frí? Bara, ég veit ekki. Nei, bara eitthvað nóga dót, ég er alltaf bara ég vil frekar vera svona overprepared heldur en undir, þannig ég er bara eitthvað svona taka með bækur, taka með allt, þú veist, eitthvað svona skemmtilegt líka eitthvað svona kubba, þú veist, bara taka allt sem er svona kannski sniðt að bara svona, sem myndi actually dúlla sig með eitthvað neginn. Á hann ekkert svona eitthvað uppáhaldsdóti eða eitthvað. Nei, allt sem er ekki dóti er skemmtilegast. Já, eða það, leifin að leika með lykla eða... Já, ég tek bara veskið mitt með, hún vill alltaf vera með veskið mitt og tekur alla varulöðina með allt úr því, raðar því svona röð og setur á sig hann aftur onni og hún getur bara dundað sér endalaust við það. Já, eða verið að setja á sig arbönd, þú veist, henni finnst þetta er ógeðslega fyndið. Hún dundar sér með allt svona. Já. Þannig ég er náttúrulega hvort ég er að taka make-up og töskuna mína með, sko, þannig að ég bara ætla hún dúllir sér ekki bara einhverju svona. Já, og byggja bara pappaglös, hún getur verið bara eitthvað að setja eitthvað onni og ég held að sé bara, líka bara með þetta vera með eitthvað svona bara rúsinur og eitthvað svona þannig. Rúsinur er eitthvað sem við ætlum að taka bara, kaupa bara í pakkatonni bara. Ángríns. Hún elskar rúsinur, sérstaklega, ok, maður samt segja, hafið prófað hana þessar bláu rúsinurnar? Já, en súru. Já.
herri, þetta ekkert eðlilega súrt. Þetta ógeðslega súrt, Ég prófaði, ég smakkaði þetta og ég var bara, herri, þetta ekkert eðlilega, og hún bara borðað þess að þetta eins og ekkert skilur. Já, líka bara, þau elska þetta, sko. Hún bara, krakkarnir elska þetta, sko. Þau bara andis að sér. Ég fekk alveg bara svona, ég veit skilur, það og ekki. þau eru bara... En eru þau ekki bara með öðru þessu bragðlauka? Þau eru ekki með þroska eða eitthvað? Ég veit það ekki. Ætli bragðlaukar... Heldur að segja, jú, örugglega. Ætli bragðlaukar þroskist með aldrinum? Já, pottet. Það? I think so. Færðu ekki bara bragðlauka hvað stækka þér þá eða þú veist hvað... Nei, já, þeir eru bara þroskast, held ég. I think so. Nennir eitthvað staðfesta. Ég held að, þegar þú ert yngri, hefur ekki, ég held að sé þannig, hefur ekki, mannst ekki eftir eitthvað sem þú borðaði eitthvað yngri og þú bara, þetta er svo gott, svo smakkar það núna og þú er svona, ég held að sé eitthvað svo les. Já, samt, ég borðaði allmis ókslega mikið sveppum þegar ég var yngri en ég gerði ekki í dag. Já, eins og það til dæmis. Kannski borðaði ost þegar ég var örugglega, nei, það er ekki. Vá, hvað fyndið þú settir eðlu með engum osti? Fannst þér þetta? Okay, ég er samt sammálaðir, sko, ég borðaði ekki osteil á eðlu. Ekki? Nei. Ég er eins og þú, ég er ekki mikið fyrir ost. Kom mér svo óvart líka að það voru svo ógeðslega margir sem kusu í þessu, ég var svona, er þetta siðlaust eða ekki, skiljið? Já, ég setti svona inn, já, hvort það verið siðlaust eða ekki, skiljið, tím, engin ostur eða bara what the F. Já. Og það kom mér svo óvart margir sem voru bara eitthvað, tím, engin ostur. Já. Af því ég fæ svo oft bara eitthvað, þetta ekki í lagi ástrós, skiljið, þú veist hvað að því ég borða sem sagt eiginlega ekki ost. Ég borða núna á pítsu. Já. En samt svona, þú veist, það má ekki vera mikið, ef það er mikill þá myndi ég ekki borða hana, skilja. Já, ég er samt sammála, ég er nefnilega ekki, ég byrjaði bara að borða ost, sko, held í menntaskóla eða eitthvað. Fyndið. Já, ég borðaði aldrei, ost, þú veist, ég er bara nýfann að borða svona osta, skilu. Að bakka. Já, ég borðaði svona eiginlega ekki, að vera mjög svona specific, skilu. Það er eitt sem ég get og það er þarna auður osturinn. Já. Hann er svona eins og brí held ég eða eitthvað og ég sett sultu og ritskeks og vimber. Það getur kannski ekki. Ég er samt sama, ég borða ekki þannig osta, ég borða ekki camembert. Jú, ef hann heitur eða eitthvað. Já, það Já, ég er með það sem skilji, ég bara, ef ég gerir eðlu, þá íti ég alltaf ostinum frá hræri. Já, það er ekki eins og, það er svona, það var geðveikt, að því að Adam var að gera svona eðlu og gera einu megin með osti og einu megin ekki áður en ég gera þessa eðlu og setti jalapeno yfir og fyrir my fellow spicy people þá er hella að vera með jalapeno yfir. Já, ég elska það. Þannig ég mæla með að skera það niður næst. Nammi, ekki eðlutips. Hvað fyndið. En já, það verður geðveikt hér úti. Við erum náttúrulega að taka þetta aðeins fyrir. Já, svo maður náir nú að fara í frí og svona. Já, þannig við erum að vera vel undirbúnar. Má ég sjá. En hvað já, oh my god, þegar þessi þáttu kemur út, þá er ég búin að halda launch party. Já, oh my god, ertu ekki spennt fyrir því? Jú, ég er samt ógeðslega stressuð. Þetta er búið að vera svo mikið chaos. Ég get ekki, ég er búin að vera bara eitthvað svona. Þannig ég verður mjög fegin bara ég verður spennufalli. Þetta er bara búið. Já, sem er ógeðslega leiðilegt að hugsa þannig, bara bá í hlekst til að geta búið. Þannig, mér finnst þetta oft svo upplegað þegar eitthvað sem ég er ógeðslega spennt fyrir og búin að vinna gett hartað og maður er alltaf einhverju svona steiti að maður getur ekki beðið eftir þessi búið. Ég veit það sem er svona svo leiðilegt. Maður á að reyna að njóta og vera bara eitthvað. En maður næri ekki að því maður er bara stressrúa. Já, og bara svona búið svo mikið eitthvað neginn því ég er að ákveða allt og ég er sem sagt bara að gefa út bókina og ég er að halda þetta launchparty og ég er að, ég er eitthvað neginn að gera allt, skilu, og allir að trista, þannig þú veist, bara allt í kringum þetta er ég að gera eitthvað neginn og auðvitað er ég með ótrúlega góða hjálp frá, skilu, þeir sem eru að hjálpa mér svoleiðis, en það er ég þarf svona að taka allar ákvarðanir og svona leis, þannig ég veit að ég minnst þetta bara eitthvað svona, ég dáist af þeim sem eru, þú veist, fann að gera þetta, er að, þú veist, gefa út vöru okkar því að þetta er ekkert grín, eða svo margir litli punktar sem bara ég hef ekki pælt í, sko. Röglega svona eins og bara þegar maður er að reka þetta í fyrirtæki, skilur, og koma með vöru og svo er þetta bara að koma nýja vöru og nýja vöru, skilur. Já, og þetta er bara eitthvað svona, bara já, ok, og allt þetta, því að
Já, þetta búið að vera mikið stuð svo líka bara ég smá bara svona, já, í spennufalli því að, já, þetta búið að vera svo lengi því ég var mitt að segja við mömmu bara eitthvað tók alveg ára að gera, ég svo fein að þessi loksins að gerast og hún eitthvað svona, já, þetta samt búin að vera svo lengi, þú veist, hugmynd hjá þér, skilur þannig þú veist, líka bara svona, maður smá bara svona, já, þetta bara að gerast núna, ég eitthvað svona, já, þannig, en þetta verður ótrúlega gaman, ég bara svona, skrítið, ég smá bara spennt bara að þetta verður svona búið, svona komið inn. Þetta verður geggjað, þetta verður óslega gaman. Já, þetta er óslega gaman. Og þú aftur að njóta morgunum, leiðu ert bara svona komin þangað, komin í aðstæðnar og bara ekkert meira sem þú getur gert. Já, ég er svo spennt fyrir því að bara svona, ok, núna ekkert meira, það ekki að sækja neitt, ég þarf ekki að gera neitt. Ég þarf að koma í búblur fyrir þig eða eitthvað svona næs. Það eru fullt af búblum, þannig. Okay. Já. Við skálum, já. Þú tjökkar eitt og tekur svo annað. Já, við fyrir líka að fagna ekki að þessi séri er búin. Þá getur við fagna bara öllu sem er að gerast, já. En mér langaði svo mikið og það vorum að tala áðan sólavörn og það var að koma, ég var að sjá það hjá Netto, það verðum við samstæðinu Netto, var að koma anglamark sólavörn. Ég var bara eitthvað, hún er kjút, hún er svona gul og eitthvað. Umbúðina bara og þetta er sem sagt sólavörn sem er bara engin skaðleg aukaefni, ilmefnalaus umhverfis og ofnæmisvottur þannig hún geggja einmitt í leikskólatöskuna og þetta er bara svona, já, gett næs ég vissi ekki að við værum með svona mikið af vöruúrvali Nei, geðvægt og líka eins og varst að segja áðan fyrir flugvélina þú verður náttúrulega að fara bara að kaupa fullt af eitthvað svona anglamark þú veist, ananammin og eitthvað og það var svona litli pókar og eitthvað þannig það er ógeðslega pókarnir eru snild, ég var alveg búin að hugsa ég ætla að taka þannig með svona þannig hún getur dundað sér við að reyna að taka það upp skilur. Já, það er líka svo mikið oft bara svona sjálf eins og rúsinupakkin þau eru oft bara svona lengi með hann bara en mín kona samt tekur bara lúkuna og bara oh my god og það er svo fyndið, ég ætla þú áttir að vera dundaðir við þetta en nei, þú fannst þína leiðir já, einmitt og ég sé hverju lendi í gær hvað? Já, með hana í hérna ok, ég ætla að taka það fram líka að það var þú veist, ekki ég setti þess að bara hérna efri tvær á Böggabú vagninum ég setti hana í vagninum sínum og ég setti böndir svona á bara miðjuna, ég setti ekki hliðaböndin já og ég sat eitthvað að vera að bíða og ég var í þú veist, hérna GK og kaup mér eitthvað ból og eitthvað og svo bara var ég komin loksins í hérna vagnin aftur bara lít ég við og bara eitthvað rétt að bara borga lít ég við og hún er bara búin að tróða sér þú veist, undir bara úr böndunum oh my god og alveg niður og sko ég var líka með gæjan fyrir hana svona já, hana stöngina já. Nei, sko, hún hélt bara á henni og bara og það heyrðist ekki múkk í henni og ég leit á hana bara, hvað ertu að gera? Og hún bara horfði mig og bara skælbrosti og ég bara oh my god ég veit að maður verður að bara she finds her ways sko. Hefði ég sett hitt þetta var ekki tætlegt við þetta en það var bara svo fyndið hún vildi ekki vera í honum hún bara fann sér leið skilur ég veit að krakkar eru svona þess vegna Emma líka bara þau eru svakalig þess vegna verður maður bara að beisla þið niður og bara þú veist þetta er angrið standi og líka bara vingur mínu við teka já ertu að fara út já hérna já, svona arband ef þú vilt, ég bara hvernig þetta er bara svona basically svo oh my god, en maður skilur samt svo mikið hendina og svo fara þau í eitthvað svo beisl og það er eitthvað svona gormur og milli eitthvað skilur ég oh my god það er kast, ég held þetta er svo fyndið, ég nefndi þetta einhvern tíma með Adam og ég held að, ég vissi ekki hvað hann ætlaði hann bara, Ástrós, aldrei bara hann með, þú svo fyndi hann ekkert oft með sterkar skoðanir og svona, en hann var með mjög sterkar skoðan á þessu af því ég var eitthvað svona, þú veist, ég var ekkert eitthvað að segja að ég ætla að fá svona en ég var bara svona að tala um þetta og hann bara, nei, vildi ekki eins og ræði þetta, oh my god bara, okay, en þetta er svona svo fyndið ég skil þetta svona svo vel og það maður er bara ekki að stressa en það er reyndar úrslega sniðið að kaupa svona find my iPhone og setja á hana já, svona ertu ekki að tala um svona tracker bara svona já en þið verður reyndar svo mikið bara í hús eða skilu, þetta er ekki eins og það er ekki úti en þetta er samt ógeðslega sniðugt þetta er ógeðslega sniðugt fyrir hérna
bara eldri börnin líka sérstaklega þegar þau fara að leika sér úti og svona. Mér finnst það ósla sniðut, þetta er alveg svona hags. Þá maður alveg að vinna með þetta sko, fyrir eldri. Já, mér finnst það, en það verður gaman hjá okkur. Það er líka svo gaman að það er sól, ég held að maður kemur bara endurnærið þegar ég fara út. Já. Þegar eftir að vera endurnærið sko. Smá D-vitamin. Ángríns, D-vitamin, lokuð augun, horfa augun. Sjúa það inn. En já, oh my god, það er náttúrulega bara... En að því við erum að fara út líka, þá ætla ég, alveg bara efst á packing list hjá mér, er Radiant Maskin frá Laugarspa. Já, oh my god. Sem er samstagsæðal okkar. Við náttúrulega elskum Laugarspa-vörunar, ég get ekki, þú veist, herðu reyndar. Allir spæstra minn. Allir segur eitt annað. Það er healing balmið sem ég talaði mikið síðast að þetta. Það er lemongrass og lavander og það virkaði svo ógeðslega vel þegar ég fór til Grikklands og gegn moskítóflugum og ég ætla að taka það með aftur. Ok, það er snilld og við erum með afsláttakóða mömmu lífið 20% Já, sem munar ótrúlega miklu þegar 20% og ég mæli svo mikið með þetta healing balm er eitthvað sem ég er búin að nota alltaf bara, ég er búin að gera þetta 3 svar fyrst getið var þegar við fórum til Grikklands og þetta bara virkaði. Já, og líka bara þetta eru svo ótrúlega svona góðar og náttúrulega vörur og líka þú gætir þess að setja þetta skilur bara á Nóru skilur. Það er líka svo næs. Þetta er allt bara, heiklust, sérstaklega eins og healing balm með eitthvað svona einhver sár og eitthvað bara. Og sérstaklega þú veist að vera í sól, úðin verður svo þurr sko. Þannig það er alveg möst. Ég mun alveg klárlega að bera þetta á hana líka sko, bara, og lífrænt, þetta er bara geggjaða vörur. Þannig að, og já, Radiant maska minn besta minn. Og þá verður maður líka svo glowy. Þá heldur líka í tani lengur sko, að bera raka og eitthvað. Það er líka eitthvað sem maður fattaði í mjög seint bara, og þau tókum einhver sólabekkjaræðina daginn. Það er bara, ef þú vilt halda litnu, það er ógeðslega gott að bera bara nóg mikið að raka og svona, þú veist. Þannig þú verður bara, hvað ég ætti að vera bara að bera mig 2-falt, þegar þú gjur. Hanni, ég verð líka alveg tönur, sko. Já, þú ert alveg með, þú ert með þannig húð, sko. Já, pabbi minn sem sagt hálfa Króati, þannig að ég er með svolítið húðina. En kanntu eitthvað á króatísku? Nei, ekki hann líka, pabbi minn heitir Trausti, sko. Já. Skilja, þú veist. Heitir hann ekkert eitthvað svona... Trausti Runalur Ívarsson, hann er bara svona mjög... En sko, það reynda að fara í lögum, pabbi, pældi ég hvernig lögin voru, pældi hans í þessu. Að afi minn er náttúrulega, þú veist, ég er aðkomandi flóttamanns, skilu. Hann var flóttamaður og kom til Íslands og fekk ekki að halda nafninu sínu. Á þeim tíma þurftu að breyta, og ætlar að vera íslenskur ríkisborgari, þá þurftu að vera með íslenskt nafn. Það er ógeðslega skrítið. Þannig að hann hét Ivan Juliak, bara með basic Ivan, skilur. Ég þekki fullt Íslendingar sem heita Ivan, sko. Já, við þekki mitt hver sem heitir Ivan, sko. En hann breytir því í, þú veist, Ívar og ég held hann hafi valið Magnússon eða eitthvað svona geta random. Já. Þannig að það er ógeðslega fyndið að Báka það er svona sad, pældi að það bara basically tekið bara your identity, skilur. Þú veist, pappi minn væri þá, fattur þau? Já. Hann já, pínu fyndið smá backstory. Fyndið, já. Mér finnst það eitthvað svo, pældi að flytja til Frakklands og þú þurftir að vera bara eitthvað, ég heiti núna Jacqueline. Ég var að hugsa þetta líka, eitthvað svona Jacqueline Bordeaux. Það var Bordeaux. Oui. Komast inn í kúltúrinn, takk. Nei, hvað það er steikt með þess. En já, þú verður alveg tans. Já, ég verði alveg brún, sko. Ég tók alveg meira þess að tankeppni við Adam sem ég vann. Hann er verið að tana, sko. Já, þið eru bæði nefnilega alveg dökk. Það er ógeðslega fyndið. Er hann með brúnaugu? Hann lúkkar alveg meira eins og okkur Júki heldur en ég, sko. En samt ekki, við erum svona bæði svona, hann er með brúnu augun og svona dökkur og eitthvað, það er ekkert samt. Hann reyndar gerði ógeðslega fyndið við grenjum úr hlátri. Hann fór á einhverja svona Instagram auglýsingu, ég veit ekki hvort ég muni eftir þetta, var alltaf svona pop-up. Svona DNA-test. Já, nema minn maður valdi náttúrulega bara eitthvað rugl, skilur, af því að hann fekk tilbaka að allt, veist, eða bara allur hans, veist, væri bara í Skandinavíu.
Já. Og það meikar sko ekkert sens. Það meikar ekki sens. Þið bara vita að það eitthvað annað. Einhvers það voru ekki alveg, þú veist, viss eitthvað, eða jú, einhver landi þarna, en það var ekki eins og með. Æskilur, það var eitthvað svona, ég bara, svo fyndi ég svo pælti að panta eitthvað svona og það bara eitthvað bara Instagram ágríns, þetta var oh my god það er svo fyndi hvað er auðvitað að selja gaurum hluti, finnst þið það ekki? Ég veit það, kaup bara eitthvað drasl. Já, það er bara svona eitthvað. Ég veit það. Og bara svona, já þetta, ég veit ekki hversu oft Adam hefur keypt á það gegnum Instagram-auglýsingar. Já, þetta er svo skrítið, Steina gerir þetta líka, hann kaupir svo oft bara eitthvað, þú veist, eitthvað sem ég er bara á, þetta er aldrei að fara að virka. Nei, eða bara nota þetta, skilur, aldrei. Eins og hann var daginn eitthvað, ætti ég að kaupa, ég sá eitthvað svo Instagram-auglýsingar svona, svo getið þrifið gluggana utan og innan skilur á sama tíma, eitthvað svo ógeðslega mikið eitthvað, ég svona, veistu hvað ég meina, maður var svona, þú veist, eitthvað svona Instagram-auglýsingar, eitthvað svona, og þetta er svona ógeðslega drullurúða og þá bara kemur lína, já, og maður svona, ok, þetta er svo mikið svona eitthvað plastdrasl, þú veist, sem bara fer bara í ruslið, bara nættek, já. Og bara hell no en það var svo fyndið að bara það heillar hann en ekki bara svona stundum er ég bara eitthvað ertu aldrei eitthvað að skoða mitt bara eitthvað, þú veist, eitthvað föt á bönnin eða eitthvað, skilu, það er ekkert eitthvað já, það er meira bara svona bara, ég veit ekki ángríns eða bara eins og kifta hann eitthvað svona hvað svona varp, svona skjávarpa eitthvað svona nei, sem var sem bara mest að drasli heima átti að vera svona ferðaskjáma fatari, þetta er allt bara eitthvað svona þetta virkar ekki það er ógslundi ég bilast já, ég keypti svona einu svona á svona Instagram-auglýsingu og gaf Steinari í afmælisgjöf svona hljómsveitaból með nafninu mínu og myndum á mér já, það er dróksasnið, það voru margar vinkonur sem gerðu það, það var mjög fyndið mér það var mjög fyndið, sko ég var bara, hann var mjög hissa og svo var ég alveg bara svona, þetta er eitthvað skrítið kaupa ból með myndum á sér það er mjög fyndið en hérna við ætlum að taka einhverja vandræðilega sögur hvað var það? Já, sko, út af því TikTok, þú varst ekki bara að nefna það við mig já, því að þetta er bara svona gegur spjallþáttur og ég var með eitthvað svona ég var að hlæja svo mikið af því á TikTok, það er eitthvað trend núna þetta er svo fyndið sko þetta er sem sagt, við sáum held í sama TikToki þetta er sem sagt, stelpur eru ég er bara eiginlega búin að sjá stelpur líka stráka en það er eitthvað stelpur að segja bara til dæmis og það er hann að lagið I remember when I lost my mind og þetta er þannig að þær eru kannski bara fyrst bara, ég trú ekki að ég gerði þetta svo setja þær inn svona vandrarlegt moment eða svona skammast mig moment og við sáum TikToki þar sem að ein skrifaði bara eitthvað I was trying to impress a guy who was into dancers já, nei, he was a professional dancer já og veist hann var svo into girls sem já. þú veist, dansarar já. og þannig að hún hefði postað í private story eða close friends eða eitthvað, einhverju vídeo af sér dansa og þetta var þetta var svo þetta var þetta ónega just freelancing skrifa eitthvað svoleið og þetta er svo mikið svona þetta er svona, mér finnst þetta beyond skilu, þetta er ekki bara svona, þetta var vandræð þetta er svona, það er erfitt að segja frá þessu þetta er svona vandræðilegt þetta er svona, þú veist þetta er svona pick me moment að því þú veist það voru allir pick me á einhverju momenti sem úlingstelpa sko, sorry, það er bara ég held að segja energy þar er svo sky high það er svo mikið Jesús minn já, og líka ég sá þetta, ég var um þetta að hugsa ég veit ekki hvernig viljum sem segja frá þess að sögja en ég var bara eitthvað þetta er svo frekja vandræðilegt ég var bara svona þetta er svona, ég fæ bara strax núna bara svona, ég skammast mér svo mikið því að þetta er svona ekta svona 16 ára en ok, ég ætla bara að segja þetta því að þetta er gaman deil sig því ég á ekki myndband af þessu sko annars ég seti ekki á TikTok en þetta var sem sagt þannig að ég er strax vandrarlega eitthvað svona að ég var í fyrsta ári í Mentó það er eins og ég lendi alltaf bara í ykkur hræðilu en ég var í fyrsta ári í Mentó og var 16 ára og var að hitta í strák og ég var náttúrulega miklu skotnir í honum heldur hann í mér þannig, og við vorum búin að hittast ykkur á viku skilur sem var alveg mikið á þeim tíma þegar maður er 16 ára og eitthvað og miklu, þú veist, þegar maður er á svona aldrei maður er miklu meira svona skotnir í hugmyndinni, fattur að vera kannski að deyta einhvern heldur en actually manneskinu skilur maður er ekkert eitthvað kannski lífi með þeim og hvað þeir hafa að bjóða en ekkert eitthvað svona það var engin tenging þannig, þetta var meira svona orðin svona bara og ég var eitthvað svona
mjög skotin í honum og svo bara hætti hann að tala um mig, bara feitaði og ég var alveg bara svona, oh my god, eitthvað, já, eiginlega bara svona eitthvað, hætti að svara, þú veist, fyrst var alveg ógeðslega mikið bara sæta, svo bara byrjaði að vera, ég spyrja hvað segir ég bara allt gott, ekki eins og það æskilega, þetta var bara ógeðslega svona obviously bara, þetta búið gamla, já, þannig ég var alveg svona, ok, þannig ég ákvað að gera eitthvað svona athygli og þetta svo vandræðilegt, ég trú ekki að ég gerði það allavega og ég var einhvern tímann gisti hjá honum og og hann var svona handboltagaur og átti eitthvað svona sem eitthvað svona handboltabuksu, ég kann ekki lýsa þú veist, þeir sem kannski að vita það eitthvað svona, og það voru gett svona svolítið áberandi buksur og ég fór ekkert í þeim heim, þú veist, frá honum og síðan ákvað ég að mæta bara í Flensborg menntaskóla minn í þessum buksum og ég svona, hvað var ég að frekja pæla og við hætti að tala saman, skilurðu, og svo kem ég inn og náttúrulega allir vinir hans sita saman á borði í menntaskólanum og þeir voru bara mistu bara andlitið, því að það vissi allir hver ætti þessa buksum, þú veist, ég var svona það var svo mikið svona pick me, svona já, ég í buksunum hans og ég var svona, ég veit ekki eins og þeir væru ennþá að deyta. Já, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera. Já, þetta var eitthvað svona ég var að deyta þegar ég með buksunar. Það hefði ekki að pissa á hann bara. Nei, líka mark your territory, bara you're gonna be mine. Nei, ég skal ángrín, nei, þetta var svona líka og þeir alveg svona, þetta var líka alveg, þeir alveg misti andliði og alveg, hvað ætla að gera í buksunum hans bla bla, þú veist, ég ætla ekki að segja hvað hann heitir og ég alveg svona, já, eins og ég vissi ekki að þetta væri, eins og þetta væri bara eins og ég teki bara einhverja buksur, en þetta voru ógeðslega áberandi buksur og þeir voru bara, nei, og svo fekk ég SMS frá honum. Íþróttafélagsbuksur eða? Nei, þetta voru ógeðslega ljótar, einhverjar handboltabuksur, ég held að þeir sem í handbolta vita, þetta voru svona gett svona, ég veit ekki, kann ekki lýsa, þetta voru svona sweatpants en voru gett svona einhvern veginn, þú veist, og ég fekk SMS frá honum og ég held, oh my god, það var svo SMS. Ég í buksunum í skólanum, það var bara, hvað er það að gera í buksunum? Og hann ekki nenni að fara úr þeim. Þetta var svo vandræðilegt, ég var bara svona, oh my god, það var bara, að fucking fara úr þeim og skila, og þetta var svo vandræðilegt og ég var bara svona. Fórstu úr og skilaði þeim með? Þú veist, hann var ekki í skóla, svo man ég, þú veist, hann var bara svona, hann var bara pirraður, þú veist, hann var bara svona, hvað það gera, skilur ég okkar. Já, kannski smá. Ég skilur það, en hvað ætla ég að gera, mæta í skólan, í buksunum, þetta svo mikið svona pikk mér allir, hver er þessa buksur, eitthvað. Ói, þetta bara, ég mæla ekki með. Þannig að þetta bara, já, en sko mæla ekki með. En í dag, þá hefur við bara hlegið þessu og þú veist, þetta er bara, skilur, þetta er bara fyndið í dag, sko, þetta er náttúrulega 100 ár síðan, þannig, en þetta er bara svo fyndið, þetta er svona þannig moment, að maður hugsa oft svona, hvað var ég að pæla? Hvað var ég að spá? Já. En líka bara svona, maður gerir, þú veist, það er allt svo dramatíst. Svo dramatíst. Bara the drama. Já. Já. Líka búin að hittast, þú veist, eins og þetta, maður er kannski hittast í smá tíma og maður, þú veist, í raun að vera vamma meira hrifin af hugmyndinni að vera að deyta eitthvað og eitthvað heldur en einmitt. Þetta var allt svo. Honum sjálfum. Já, svo bara eitthvað neginn, þú veist, það er svo margir svona gaurar einmitt sem að ég tengi við þetta sem ég er bara eitthvað svona jú, þú veist, af hverju var maður svona yktur, af hverju var maður svona held ekki af bara eitthvað svo ég hugsa tilbaka bara eitthvað, ég var ekki eins og það, þú veist, nei, maður var ekki eins og was I though, skilur, bara really, fílar þetta við hann, nei, skilur, það er líka svona málið og bara svona, en maður var bara eitthvað svona, jú, og maður var alltaf svona eitthvað, þetta var orðið, mér finnst þetta meira svona eins og maður væri eitthvað svona fíkill eða eitthvað, þú veist,
ég var sko bara boy crazy sko og ég var bara, svo var ég alltaf bara svona, þú veist, að ég má svo mikið að reyna að fá athygli með þetta, svona að reyna að fá svona ógeðslega asnalega athygli, svona bara taktu eftir mér og bara feilaði hrikalega bara allir alveg vákvæði kjánlegt eða skil, þetta var ekki eins og eitthvað svona þetta var svo vant sko, þetta var bara já, þetta finnir sko, ég var ekki svona góð sögur sko, þetta er gott en hefur gert eitthvað svona sem þú ert bara ég var alveg gert svona, þú veist, ég meina eitthvað svona pick me ég var svona on off með einum í nokkur ár og endum nú síðan með að við byrja saman en í byrjun þá var maður alltaf bara krakki skilur og þetta er svo þetta er svo ógeðslega fyndi og líka alltaf eitthvað svona, maður alltaf eitthvað svona ógeðslega dramatískt að rífast yfir engu, eða skilur já maður er bara svona, hvað, ég get ekki sagt þér hvað gerðist eða hvað var, eða skilur það var bara eitthvað svo mikið drami fucking drama það er, þetta er svo fyndi en ég sem sagt og glemd hann einhverjum skóm og ég veit einhverjum buxum hjá mér og eitthvað svona skilur sem hann var ekkert búin að biðja að fá tilbaka nei, hann var ekki sendar hann var ekkert að sækjast í að fá þetta skilur, þú veist, ég held að hann hefði verið bara, þú veist, þú mátt bara hendi svo skilur, þú veist, ég held að hún hefði verið drullu saman, en ég þurfti náttúrulega að nýta skóna og nýta buxurnar í eitthvað smá drama, þannig að ég heyrði í vinans oh my god sem ég þekkti líka til að skila buxunum sko og skónum þetta er svo petty nei sko, að því hann sko ég var ekki að hafa ætla að þetta ekki vera heima hjá mér skilur ég bara ekki séns ég vil ekki sjá þessar buxur og skó nei, og ég þurfti náttúrulega að heyra í mér og sína hvað ég væri já bara, ég ætla ekki að þau eru að horfa á þessar buxur sko og ég bara svona líka svona hvað heitir þetta, svona ekki hrifsa, þetta er bara svona kasta þessu svona pókarum svona sem í vin bara hérna, bara oh my god bara ég vil ekki sjá, veist, ég bara, hvað ætli sé líka vinur hann alveg bara eitthvað, ái og ég held svo var hann aðna, skilur og ég held að hann hefði bara hendur svo síðan bara í rusli, bara eitthvað, you fucking psycho, ég nenni ekki að eiga þetta, sko bara, leave me alone bara líka þess skilur bara eftir líka svona moment bara svona, ok, og hvað nú? Ég er búin að gríti vina hvað ég var að sína hversu brjáluð ég væri, skilur já, bara sjá hvað þú ert búin að missa hann bara, thank god sjáðu what you're missing að það hefði síðan endað saman er endað svolítið magnað, sko svo er þetta bara eitthvað en að því að sko það er svolítið fyndið því báðir aðeinar eru náttúrulega svolítið að haga sér svona að því að maður er bara krakki ég held ég hef verið 18 ára þannig já, maður er bara eitthvað baby skilur nei, just, maður er líka bara svona bara svona, því drama, þetta er líka svo það systir mín sem er 10 ára mikið en ég sem segja mér frá einhverju sem er að gerast ég bara, oh my god, ég veit, ég heyri á hvað stað það eru, skilur þær eru in the drama bara, þetta er þessi stelpa bara, já, hún svaf hjá kærasta hans og þetta er bara svona blú þetta er svona eins og TikTok hérna ég svaf líka í alvari nei, eða eitthvað og ég sagði hann strax frá því strax já, þetta er svo þannig þetta er svo fyndið tímabil og líka mannstu, ég var svo maður oft líka að reyna að fara á einhverja staði til þess að svona vonast eftir að manneskjan væri herðu, veist hvað ég gerði? Hvað? Hold up en já, ég sem sagt, ég fór oft bara þú veist, ég og vinkona mín áttum sem sagt kærasta sem voru bestu vinir, skilur og við fórum bara oft, þú veist bara edrun í bæ það? já, bara checking in status hvort alltaf er ekki í sóma með að þeir á jamminu? já voru þá bara glugganum bara nei, fór bara inn á klubbin já, ok þú fór bara ekki að koma inn að þetta edru nei, ég var að meina, ég held að því væri bara nei, edru gals you're not coming in here ég held að ég væri svona að njóstnum þá ég held að það var þannig já, það var náttúrulega pínu þannig já. En þú veist, það var ekki maður sagði það ekki upphátt nei
Oh my god. Maður var svona pínur svona, ég er hérna. Já, ég er hérna Þú getur statement. Þú getur ekki gert neitt, ég er hérna. Já, oh my god. Þú veist, skilur, svo náttúrulega svo svo var náttúrulega bara ekkert í gangi og þú veist, maður stundum bara svo maður bara, en ég sko, oh my god en mér finnst bara svo fyndið að hugsa því mér finnst líka stundum eitthvað svona einmitt strákabrik, stelpur er svo til Lúlu og eitthvað hérna, skilur já. En ég fæ svona, nei, ungar stelpur og unga ég kannski varða, skilur Já. Þú veist, bara 25 plus Já, þá bara já. hættir þessu, sko Nei, en líka með strákar líka, þeir gera mann til Lúlu. Þeir voru alltaf bara haldið með slefti mér, skilu. Þannig, þetta er líka þeim að já, og þeir eru oft svona eitthvað aldrei að segja, þú veist Já, maður er kannski bara svona En lentir þú ekki í því að vera öfugt, þú veist, ég var oft líka bara eitthvað, af því að þetta er eina sem maður þekkti og lærði, var bara gósta, veistu hvað marga gauðra ég hef góstað, sko. Já, ég náttúrulega byrjaði samt svo ungi í sambandi, en ég tók Textinu er ég alveg svona, vá, þú átt alveg sögur með eitthvað. Já, ég var náttúrulega náttúrulega sambandi 17 ára, but she got stories. Já, ég var náttúrulega svolítið svona sko, ég var sko í 10. bekk og í fyrsta ára mentó þá svona gerðist eitthvað og ég fekk ótrúlega mikla eða svona miða við þá fekk ég mikla athygli og ég áttaði mig svona eftir á ég hef aldrei fengið neina athygli þannig þú veist þetta var svona þannig þá var ég alveg bara svona oh my god bara þessum finnst ég sæt og þú veist mér fannst ég ekki einu svona sæt skilur og ég var bara svona þú veist ég var bara svona í sjokki ef einhver gaur sagði bara hæ sæta þá var ég bara þú veist, þess vegna er ég svo mikið ætla ég að passa, þú veist, að þess vegna svo mikið að bara maður viti bara eitthvað svona hversu virði maður er og eitthvað smá alvarlegt eitthvað svona mömmu en ég held að bara svona að var, já, ég var alveg smá svona boy crazy, sko Já, og líka bara þessum þú veist, á þessum aldri skilur, og veist, alla vinkonur mínar bara Adam, þá var ég bara eitthvað, já, hvernig, þú veist, þú þurftir að ég var bara að tjekka á öllu bara persónulega hvað tryggingum ertu hjá? Nei, ég veit ég er að tjóka eins og ekki að fulla þess ok, ég veit ekki, þetta var umölu brandari það var svona pappa brandari já, I know ok nei, ég var að tjóka það var svona, maður er orðin bara svo fullan eins í dag, ég myndi alveg vera svona skilur, þú veist, bara eitthvað já, ertu búin að vinna, þú veist, bara your childhood trauma, skilur, þú veist, hvað var þitt svona, hvað gerðist því, ertu búin að vinna í æskunniðinni bara, ertu góð bara fyrsta ekki alveg fyrsta, hvað en bara svo þegar vorum aðeins ég bara já, leið og ég var sá að það var að fara kannski að vera eitthvað meira en bara það sem ég ætlaði það sem ég ætlaði mér þá voru ég það var svona, ok, hold up hvað er barnatrámaði þá var ég bara svona hvað ertu í sjálfsvinnu hvað ertu búin að gera þú veist, hvernig samskipti eru við að fara að eiga skilur, viltu tryggja það skilur, oh my god já, ég pæli ég væri samt örugglega svona í dag ég held, þú veist, ef ég væri single í dag ég myndi bara ekki fyrir ekki neinu ég væri bara, ég hef ekki áhuga á eitthvað svona kjaftaði þú hefur ekki áhuga á, nei þú þarf að vera svo ógeðslega mikið með þetta já. til þess að maður sko rétt svo stíi inn í lífið þannig að maður svona þannig að já, ég hendi þetta allt sko ég var bara já, það er líka maður áallega að vera þannig ég er alltaf að segja, þú veist, þessu vinkonum mína sem er single þú veist, að vera bara með þú veist, maður á að vera bara maður á skili bara ekki einhverja lúða sem eru bara eitthvað senda þér ekki, svara þér ekki ég stundu bara, ég myndi ekki nenni þessu en líka bara að vera með, þú veist, manneski sem er með tilfinningagreind er bara ógeðslega mikilvægt skilur, þú veist, að vera með eitthvað sem þú veist, einhvers veginn þegar ég segist ekki triggerna sína og allt þetta ég var bara alveg hér sko, og ég var líka bara komin úr aðstæðum ég var bara eitthvað ekkert aldrei aftur skilur og þannig að ég spurði bara allt sem ég dætti í hug og ég var bara, já mér er svo held ég að vera bara eitthvað, já, hérna viltu ekki lesa þessa bók hérna, lífsregluna 4 sem bara hvað, oh my god ertu búin að lesa hana, mæli með það skilur, ég var alveg bara svona já, þú varst bara með sitt, bara lofti bara já, basically, bara en ég er samt, þannig á maður að vera maður á að vera bara svona, þú veist út af því ég held, þú veist, þegar maður er yngri þá var maður alveg bara einmitt, maður gerði bara allt og maður held svo mikið að einhver strákur myndi þú veist, eins og maður væri
þú veist, að maður þyrfti eitthvað strák til að maður væri betri eða eitthvað, skilur. En núna í dag ég bara eitthvað... Já, þú þurftir alltaf svona staðfestingu frá einhverjum öðrum. Já, það meira svona, maður þurfti alltaf staðfestingu bara svona, í staðin fyrir að hugsa bara, vá, hvað finnst mér mig og hvernig manneskja ég, þá var maður alltaf að leitast eftir einhverju viðurkenningu frá einhverjum, þú veist, einhverjum gúmmitöffara, skilur, sem bara hæsæta og maður bara, er ég sæt? Já. Skilur, þannig þú veist, svona... Já, þetta svo mikið, þannig, já. En þetta þetta Gúmmi töffara. Já, ég veit ekki, Mér finnst það svolítið gott var, sko. Já, I like it. Já, þetta skilur, það þau þannig týpur. En að svona öðru. Já. Af því að við erum í Good Studio. The good from the hood. Við erum búin að vera rosa flippaðir í dag. Heyrðu, við erum búin að vera, þessi þáttu byrja ekki eftir svo rólast af, hún svona, já, leikskóla taskan, svo bara ég þetta koma út í fyrir eitthvað. Komin good in the hood. All good in the hood. Nei, segja svona. Líður þessu, ég sé bara svo mikið cringe þegar ég lista á það. Heyrðu, bara verði ykkur. Ég finn það. Já, þetta verður cringe aftur. I feel it coming. En það sem ykkur en fyrir hérna. Veistu hvað, ég ætla að segja þér, þegar við erum í good stúdíónu, það sem ég var að segja ykkur daginn, að blanda saman hvíta hvað? Ég var að fá mynd. Já, ég sé það. Settu þessu mörk. Já, er þetta Adam? Ædúllur. Þau eru komin, já. Já, eru þau komin? Þau eru hérna fyrir utan. Heyrðu, segjum að komin. Nei. Já. En já, hvað heitir það? Blanda, þú veist, fá sér ristabrauð eða eitthvað og blanda, þú veist, súkkulaði og hvíta. Það verður, ekki Nutella, heldur... Hvað ætla ég að segja? Kindaregg. Já. Kindareggbrauð. Það geðveikt. Það nefnilega treat. Það geðveikt. Gerðu það fyrir stelpunar. Ég vill prófa þetta. Já, líka sko, þú veist, það svo margir eins og Steinar, hann bara elskar kindaregg súkkulaðið. Erst þú þannig líka? Nei, Sumir sem elskar þetta bara. Ég tengi ekki, það mjög margir sem... Já, og það til svona dífa líka Já, vinkonu sem bara svona Kinder Oath, sko. Ég skil það ekki, sko. Já, ég samt, þannig smakkið þetta. Þetta ógeðslega gott, sko. En ég held að þetta sé en skilur, þú veist, ég myndi ekki borða bara kindaregg, en ég held að þetta sé en þetta líka að þú fíla bara svona fáðu smá eitthvað svona sætt, skilur, ristabrauð það bara svo gott minnst ristabrauð bara með smjöri og eitthvað en veistu, ég nota alltaf ristabrauð þá seti ég brúna, skilur súkkulaði og banana það þetta geggjað og svona kanil yfir kanil fyrir að segja það cinnamon ég finn að við verðum bara þessi þetta kemur ekki út sko nei en annað út að til að bæta við þar sem þú þarft eila fyrir leikskólan og það við erum samstöður fyrstu sporin það að vera með nóg af snuddum ég þarf að merkja þau líka hvað gerir maður það? Ég mani ekki hvað að gera ég held að sé eitthvað staðar en það sko líka bara svo mikilvægt að vera með ósla sniðt að vera með svona snuddubox eins og Bibs-boxin já og vera bara með það í hólfinu vera alltaf með neyðartutti þar út af því að þú veist allan að börnum mínu voru þannig að þú veist í hvíldinni þá fá þeir snuð sko og svo gott að vera alltaf með bara auka í svona boxi og eitthvað ég ætla hef það í huga já það ósla sniðt ég ætla að merkja og fara í við fengum við frá Bibs daginn ógisla sæti það svo sæti litir líka það svo sæti litir elska þessi snuð og líka bara það eru til svona þú veist mynstur alls konar og já, komið eitthvað svona nýtt kom líka röndótt snuð, ógislega cute já, svolítið svona cute ég reyndar ógislega basic, ég vil helst hafa þú veist, ég reyndar ekki mikið að pæli núna, en mér finnst ógislega gaman að hafa í stíl þú veist, ef að jökull í bláu við erum með svona dökkblá snuð eða ég reyndar að minn með stundum það því að eins og ég talaði að Nóra er alltaf í jarðlitunum já slappinu bleikur snuð á hana já það hattar fólk kannski að þetta er hún ég var ekki fattu hvort þú veist að vera með bleikt snuð skilur alveg vákvæmni sæti það var að minni hana bleikur it's a her it's she her
Ég er að gera banka. Oh my god, Við ætlum bara að segja bless, eða ekki? Þetta er bara búin að kekja það þáttu. Við erum bara að hlæja óstum mikið. Við erum með einhverju galsa, en við erum bæðið að fara að drífa okkur og segja börn. Já. Þetta er Takk geggjað. fyrir að hlusta, þetta var skemmtilegt. Já, þetta var skemmtilega þáttur. Þetta endaði Við lærðum allt óstum öðruvísi. mikið, vorum að fræða. Og hérna, Já. fórum á alls konar. Og bara engin gummitöffarar voru svona. Ef það er einhver undir 25 að hlusta, engin gummitöffarar. Já, ekki, þú veist, guys, bara boy bye. Yfir þá veit ég að you will not. Já, þannig, en takk æðislega fyrir að hlusta. Við sjáumst bara, þá veru þú nýkomin frá Tjörnir. Spáni. Við erum alltaf Alicante, en já. Já, Alicante. Já. Potato. En ok. Já. Ok, við þurfum að hætta. Ok, bye.